það þessi tími árs aftur. The fave time. We're back again. Já, það er svo gaman að koma inn í þetta loksins. Já, loksins. Og við ætlum bara strax að segja að þú ert búin að kveika þess að þættu og bara, nei, ég þarf að slökkva því að þið lofa lend og það er að fara að spoila. Við látum ykkur vita þegar við byrjum að spoila. Já, við ætlum bara fyrst að fara yfir the cast og þannig. Bara hverjir eru að inni og eitthvað svona frá þætti 0 upp í þátt 10. Já. Þannig að þú þarft ekki slökkva strax, þú getur verið með okkur áfram ef þú ert ekki búin að horfa, en þú getur slökkt þegar við séum hörskuldaviðvörun, hort og komið tilbaka. Já. Hækki? Heldur betur. Ég held það. Herri Sunneva, þú átt ennþá eftir að smakka Secret Menu á Serrano. Já, þú ert alltaf að fara án mín. Viltu að bara þetta nachos bara einu svona dag? Fyrir ykkur sem ekki vita, þá er Secret Menu á Serrano. Þú þarft bara að segja, ég ætla að fá Secret Menu, super nachos. Damn. It's good, sko. Get ekki ímyndað mér, hversu gott það er, sko. Nei, því mér finnst Serrano, hands down vera með eitt af bestu ostasósu á landinu. Og þegar það er nóg að henni, þá var þetta gott, sko. Það Birta elskar ost mér en allt, sko. Já. Og þetta lukkar mjög cheesy. Það er ekki ostur í, en það er bara ostasósan. Já, það er náttúrulega ostur. Já, ostasósa. it's amazing. En þið veist alveg gyrðilegt, ekki? Jú, ógeðslega gyrðilegt. Sérstaklega jalapeno og svo eitthvað svona hannig. Já, guac. Geðveikt. Og bauninnar eru líka geggjaðar, sko. Bundabauninnar. Alltaf gott að hafa smá prótein, sko. Já, smá prótein með, þá er þetta bara fullkomið. Þetta er fullkomið svona til að séra saman. Kannski tekur eitt burrito og svo tekur smá nachos. Super nachos. Secret Menu, kíkja á TikTok eða ef þið viljið sjá hvernig þetta lítur út. En já, það er Love Island season, like you guys know. Já. Þannig að það er aftur, byrjum að fylgjast núna með næstu áhrifavöldum Englands. Einmitt. Það er alltaf svo leist. Nýja kynslóðin á áhrifavöldunum. Já, ángríns. En þetta er samt svona, þú veist, þetta er samt, við vorum að ræða þetta, hvað ég gæti, það ekki með Hildi, og voru að tala þú veist, að það er eitthvað verið að tala að það sé að dvína áhorfendatölur, þú veist, það sé ekki jafn mikið. Ég held að sé bara að þetta er alltaf ört. Já, nýbúið að vera sería. Já. Maður er ekki eins spenntur, maður er svona aftur, skilur. Já, þetta er svona ok, en þú veist, þegar þetta var bara einu svona ári, bara á sumrin, þá var það bara, þá beðið maður svo ógeðslega lengi og svo ógeðslega spenntur. Já. Þótt ég prísi þetta líka vinterseríu, sko, ég er ekki að kvarta. En máli er að það er ekki svo að það sé bara eitthvað 10 þættir. Nei. Þetta er 2 mánuðir af lífun okkar og þú veist, maður nýbúið með 2 mánuði af þessu. Já. Þannig að 4 mánuðir á ári, það sem var að fylgjast með þessu daglega. Einmitt. Þá er maður bara svona, er ég að horfa á mikið raunveruleika sjónvarp? Never too much, held ég. En það er allan að þú veist, þetta kemur mann í smá svona, að því þetta kemur alltaf með sumrinu, þá kemur þetta mann í smá í svona sumarskap. Já. Þú veist, bara að sjá fólk í bikini, sjá fólk, þú veist, einhvern veginn, ætti ekki, þannig að vera í fríi, þú veist, sundlauginni. Já, veist hvað ég meina, maður fæ svona summer vibe einhvern veginn. Og það er ný vara hjá beautyklubunum sem gefur sama vibe. Er það ekki sammála? En við erum að tala Sunkissed Liquid Blush frá Maybelline. Svo cute. Þeir komu til Íslands og svo bara seldust þeir strax upp. Við fengum ekki einu sinni. Þú veist, við náðum ekki að fá. Við erum bara, þetta er greenest í mér. Greenest. En þetta eru bara svona, þú veist, þetta er basically nákvæmlega sum umbúðum og lyftur. Já, lyfturglössin. Og þetta er bara svona svo gloss, bara opnar og bara dempar á og þú getur sett bara blush eða smá kontúr með þess að það er líka svona dökkur blush, skilur, sem þú getur nota sem í rauninni smá kontúr eða svona þannig. Þægilegt að geta reapplya blushin og vera bara með þetta í veskinu. Ég setti mástu á mig svona alveg út í New York. Og hann var með að ég fekk og málaði okkur í fluginu og ég er svona, ok, alveg riski að pröfa eitthvað í fyrst skipti. Þau veist bara, að ég veit ekki hvernig að pröfa nýtt make-up og svona, ok, ég þarf alveg svona að velja með tíma til þess að pröfa þetta. En ég er alveg svona, nei, þú veist, ég sá það bara á hann var svo bleikur og shimmery að ég bara, já, eftir að ég elska hann. Já, hann er geggjaður. Hann er geggjaður. Og þegar sérstaklega svona sumar, ekki ímynda mér, en núna, þegar við erum út á Króatíu. Við erum náttúrulega út á Króatíu right now. Já, að þá erum við að fara að vera svolítið mikið svona dewy, glowy make-up. Já. Og maður er kannski að minna með púðuvörur eða svona, þú veist. Það var bara blushin, sko. Ángríns. Já. Þú ert að komin inn á það. Já, ég byrja núna að nota ekki kontúri í kinnarnar. Heldur bara að setja blush og setja þá ljósan fyrst og svo aðeins dekkri í svona kontúr, þú veist. Stíl. Já. Þannig að mér finnst það mjög næs og ég er búin að nota þetta í það, sko. Já. En þetta er ógeðslega shimmery. Þetta er We love that samt. Nei, ég elska það. Það er bara... Og það er ekki að highlighta líka. Já, þetta er bara sumari, finnst mér. Átt að vera bara svona glowy, dewy og þessi vara bara, oh my god, hún verður
a go-to this summer, sko. Já. Þannig að fari og skoði allan að söngist. Þetta eru ógeðslega mörgum litatónum og þannig að þið getur pottfundið eitthvað sem þið fílir. Við fílum þessi að sem eru bleikur og smárið mest, allavega, eða ég. Já, ég er svona bleikur eða mér fannst líka smá cute, maður núna ekki hvað hann heitir, en hann er svona smá nút bleikur. Já, hann er mér flott líka. Þú veist, það því hann er bara pínu bara highlighter og ég sem er fíla alveg. And I love it. Þannig að þetta er það sem kemur með sumrinu og það sem kemur líka með sumrinu og við þurfum að passa okkur úti er að passa upp á háru okkar. Hair care. Ég nenni ekki missa háraðan úti. Það er 32 gráður, sko. Já. Örugglega mikið UV. Já. Ég hef mist hárið mitt eftir utanlandsferð. Ég líka. Bara verið með það úti í heitanum. Bara það er bara basically að steikjast allan leiðlanga daginn. Koma svo heim, lita það. Gone. Mitt bara hvarf úti. Já, eða mitt hvort ég kom heim og lita það. Ég misti það bara úti. Meinar. Já. En ég var ekki að nota góða vöru á þeim tíma, vissulega. Nei, ekki heldur. Bara ég var ekki að hugsa um hárið mitt, sko. Nei, þannig að við erum 100% með K18 úti. Já, og og 11. Já. Miracle Hair Treatment. Já, þú veist, ef við pælir, hvað finnst þér mikilvægast að vera með svona varandi sólina fyrir hárið? Hitavörn. Og góðan raka. Akkurat, og sko 11, sem þau oft heyrst okkur tala merki 11, það búið til út frá einni vöru. Þú veist, þau byrjuðu með eina vöru sem er einmitt Miracle Hair Treatment og þetta er í rauninu bara svona hárkrem. Já, þetta er svona smá, þú veist, ég reyna að útskýra svona áferðina þetta er svona, já. Mér finnst það svona perfect eins og lífið næring, skilur, því að hárið verður alveg mjúkt. Já, og þetta er sem sagt, af hverju merki heitir 11 er því þessi fyrstu vöru sem þau gerðu, þá settu þau 11 hluti sem þessi vara gerir fyrir hárið þitt. Og við förum lauflétt yfir það, bara svo við vita, þetta eykur gljáa og mýkt, hemur og róar úfið og rafmagna hár, geggja fyrir our frizzy queens, ég er þar með ykkur, gefur raka, mjög gott, var sem er 40 ár, byggir upp og styrkir viðkvæmt hár, getur ekki betra, kemur við fyrir klofna enda, we all want that, kemur við fyrir flóka og gerir hárið meðfærilegra, þetta er bara all true, já, hitavörn, preach, eykur náttúrulega fyllingu hársins, æðislegt, gerir við skemmt og þurrt hár, sko, I go on and on, venda lit gegn umhverfisáhrifum, þannig að þú veist liturinn sé ekki geðveikt. Trublast og kemur við fyrir klór og sólarskemmdir this one hversu marga ljósarar hafa farið erlendis og hárið eitthvað verið grænt í sundlauginni? Mitt ég lendi we all have sérstaklega þú veist þegar ég voru til Bali þá var bara eðlaðist hárið og það er bara þekkt að vera grænt en það er líka geggjað ég hugsa að þú veist ef maður á sundlega bakkanum allan daginn og ef maður þú veist hárið blautt að skóla það og setja þetta bara í og leifa að vera blautt þannig. Það er 100%. Það var bara í hárinu að með það er blautt. Já. Við þurfum að hugsa svo vel um það, sko. Við erum að hugsa svo vel um það. En þú varst líka með geggja þegar við vorum til Ísafjarðar. Þú setti hármaska í hárið þegar við vorum búin að fara upp úr sjónum. Já, ég gerði alltaf á bát. Já. Það er ógeðslega sniðugt og ég hef aldrei séð neitt gerð áður, þú veist þannig að... Ég skólaði samt vissulega saltið fyrst, bara svo... Já, einmitt. Og alltaf gott líka að það var með sjampó en ég gríp alltaf maskan með mér svo sniðt bara til að halda rakanum í hárinu og Miracle Hair sem er Miracle Hair Treatment sem er þessi aðalvara, svona hárnæring einhvern veginn, svona lífin, þau eru alltaf líka með sjampó, hárnæringu og maska þannig að maskin, Miracle Hair maskin hann er að koma í okkur á bátinn. Við erum að fara að taka bara all the stuff, sko, good stuff en ég ætlum á bátinn, Miracle Hair Treatment maskin. Þau kom bara sjampóið með líka. Já, let's do it, maður. Þetta er alltaf ásvöld merki, þannig að þeir vita the sun and sea damage. Þetta þau, sko, bara hákallan á alla, sko. Já, vonandi þetta shark repellent. Já, ángríns. Það væri bara, þetta myndi heita 12. Já, 12 shark repellent. Þetta elska. Nei, en ef það er eitthvað vara sem við viljum pröfa hjá Eleven til að byrja með, af hverju ekki byrja á vöru sem er þeirra OG vara sem veit ykkur allt þetta sem við lesa upp. Klálega. Og ég skal alveg viðurkenna að ég, að þetta er líka mynd fyrir flóka og svona, ég set alveg smá í háran emblu. Já. Þú veist, ég átti nú bara spjall við einhver daginn, svo var eitthvað svona, ég hvernig smákona mína sem á stelpu á sem svipum aldrei og embla. Og ég leik hvað ertu að nota, þú veist, ef við vorum eitthvað að ræða bara svona sjampo og hárnæringu fyrir börnin og hún bara, ég nota bara sama, ég nota.
Ég eitthvað, já, ok, gerur það bara. Þú veist, ég er svona, eitthvað var alltaf svo túnar inn á að kaupa barnadót og eitthvað, ég er ekki að gera það, en eftir að hún sagði mér þetta, og svona, þá gríp ég alveg stundum í þetta, bara til þess að setja svona, þú veist. Já, þetta ekki að fara augun á henni, þannig. Nei, þetta er bara þurrt, þetta er bara eiginlega bara svona í svona semi-demp hár, skilur. En hún líka, þú veist, sopna kannski með blautt hár, vakna eins og ljónahaus, með lilla hárið sitt, en þá hef ég notað þetta sem svona flókakrem í rauninni og það er bara geggja. Já, geðvægt. Works for all the family. Já, mér er það hunda. Já, hefur. Ég veit ekki hvað sem ég segja. Hvað? Það er að koma út hundalína. Nei, jú, hjá frá 11? Já. Ok, ekki sé neinum. Ekki sé Ég er svo spennt fyrir því, sko. Það er hella. Ok, geðvikt. Ok. En já, þannig að passa upp okkar hárið ykkar í sumarkrakkar. Það er ógeðslega mikilvægt. It's very important. Skulum, þótt að þær flestar í Lofaland eru með ykkur hárlengingar og svona, sem er ekki það er geggjað. Nei. Það er líka að hugsa vel þær. Það er hugsa mjög vel þær og líka að því að hári mann sjálf, ég hef sjálf verið með hárlengingar, þú veist, ef maður er með lítið hár einhvern veginn svona fyrir, eða svona þurrt hár fyrir, það verður svona gett frissi og þurrt og svo er hárlengingan gett perfekt. Þá samsvarar þetta sér ekki. Einmitt. Þannig að maður þarf að passa vel upp á þetta. Já. Svona vara hefði bjargað mér ofta í þeim skiptum, sko. Já, herðu, og svo er það ekki nema bara, sko, öll sumarpartíin er að byrja. Og ég veit það eru margar að halda svona watch parties. Það er alveg ennþá a thing. Hanna, ef það halda gott Lofaland watch party, invite us. Já, please. Við erum ekki það marga vinkonur sem horfa á þetta. Nei, við þurfum alveg fleiri. Já. En vondir þið allar að ég sé með okkur. Verðum allavega að gera þetta þegar það er final episode. Það er svo gaman. Já, það var eitthvað í Keflavík eitthvað. Já. Damn, það er að fara. Já, við kannski gerum það bara núna. En það er ógeðslega gaman fylgist með og finalin er alltaf mjög skemmtilegur. Og það, þú veist, hann er svona fínn þáttur, þú veist, þátturinn sjálfur er eitthvað það skemmtilegur, en það er svo skemmtilega stemming í kringum það. Já, bara úrslitin líka. Já. Hann að klála að gera eitthvað þess að fagna upp á því að halda eitthvað partí og þá er ekki verra en að vera búin að bóka heimakynningu. Ég held það. Já. Heimakynningu frá Blush. Það er alltaf frítt. Já, það er frítt. Það gerum við ekki bara alltaf. Við erum sko, alltaf fyrir bara GMT heima saman. Getur bara alltaf frí heimakynningu. Já, geðvikt. Segðu okkur meira. En ég væri svo, I would have so many questions. En Blush býður upp á það að mæti í partí og kynna þeirra uppáhaldsvörur og frítt og það er að bóka þetta bæði á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri. Okay, City. Já, það þarf ekki að gera neitt annað en að senda e-mail á blush@blush.is. Mjög einfalt. Er það? Mjög einfalt. Við þurfum að gera þetta bara þeim, sko. Já, bara klára. Það látt síðan ég fengi heimakynningu. Já, ég var alltaf fengi. Ekki? Nei. Ég var ekki farið í partí sem að gælupartí og heimakynningu. Það er æðislegt, sko. Mér langar svo. Ég var svo til, já. En líka bara þegar þess að kynna þessum vörum, þau eru svo mikið úrval af dótaríi, sko. Já, svo kannski kaup maður sér eitthvað. Já, kannski. Maður þarf þess ekki, en það er gaman. Já. Sérstaklega þegar búið að selja það, þá er það bara, let's pull up my purse. Let's go. En ég var að kynna fyrir ykkur þá keppendur sem eru núna, þáttur 1 upp í 10. Þetta er svona spoileringu, við erum bara að segja hvað þau heita, hvað eru gömul, hvað þau gera og svona. Já. En þetta er ekki beint í, þú veist, þetta er rauninni allir þeir sem eru komnir inn, við erum ekki með því eitthvað beinni, þú veist, þetta eru basically OGs, þótt að séu 2 bombshells, eða 3 bombshells. Joey kom náttúrulega inn fyrsta þætti, þannig að hann er basically OG. Já. Við byrjum á Joey Essex og hann er 33 ára. Hvað heldur hann sér frá? Hann er frá Essex? Akkur heitir hann? Það er svo þú myndir heita bara Birta Breiðholt eða eitthvað. Birta Breiðholt, það var hann ekki í einhverju svona Essex þætti eða? Ég veit ekki, ég held í alveg en það væri eftirnafnið hans. En það? Já. Ok, ég vissi þetta væri eitthvað svona nickname, sko. Já, ok, og það fyndið. En hvað heitir hann það í alvörunni? Ég man það ekki. Þetta var eitthvað rosalegt bara þegar hann kom inn í villuna og var allir bara, oh my god, Joey Essex er á Love Island og hann var víst bara sendur, þú veist, með bát til Mallorca eða eitthvað, þú veist, og enginn myndi sjá hann upp á flugulli. Svaka secretive að það mætti ekki leka að Joey Essex væri að fara að keppa í þessu. Hann er eitthvað voða celebrity. Hann er rosalegt celebrity. Hann er búin að vera svona million reality shows. Já, hann er
var til þess að The Only Way is Essex sem frá 2011 sem ég held að sé fyrsti sem hann fór í og þess vegna kallaði Joey Essex. En hann heitir officially Joey Donald Essex. Og kannski heitir hann Essex. Já. Veit ekki. En Joey Essex stage name. Já. Real name is Joey Donald Essex. Já, allavega. Hann var á The Only Way is Essex sem hann var með Gemma Collins þar og eitthvað sem víst mjög fræg líka svona reality TV star. Já. Við erum ekki, já, hann var líka í Celebrity X on the Beach, Celebs Go Dating, líka Celebs Go Dating The Mansion. Hvað ætla hann að deyta marga eða? Dancing on Ice, Celebrity SAS, Who Dares Wins, og líka I'm a Celebrity. Hann bara búin að vera í öllum þessum þáttum. Ég hef aldrei hort á Celebrity X on the Beach. Ég hef einu sinni hort á X on the Beach. Alla sérjuna? Nei, ég klára ekki. Nei, hvernig var það? Það var gleðilegt sko. Að það? Já. Ok. Langar að sjá það, en hann víst bara svona, þetta bara svona eins og að, þú veist, ég veit ekki, Molly May myndi fara inn, þú veist, fyrir ykkurum. Já. Hann ekkert frá Essex. Hann var born eitthvað in Southwark. Kannski bara flutt hann til Essex eftir þetta eða eitthvað. Ég veit ekki. Sorry, ég bara mista mjög áhugavert. Já, þetta mjög áhugavert. En hann allavega komin inn, 33 ára, hann aldursforsetinn eins og staðan akkurat núna. Hefur ykkur tíma verið 33 ára mannskja? Ég veist alltaf svona, wow, þegar ykkur 30, þá var allir bara eitthvað, wow, he's grown up. Ég held að hann sé örugglega elsti sem hefur verið, sko. Já, gæti alveg verið, sko. Hann segir hérna, I'm extremely single right now and praying that I'm going to walk out of the villa hand in hand with the love of my life. En með við hvort búin að fyrir marga svona þætti og stór efa í það. Það er ekki bara að leika þér at this point. Right, skilur du? Já. Þú veist alveg það virkar ekki fyrir því að finna greinlega mannesku í sjónvarpsþætti. Why bother do it again? En ég skil þetta alveg viljir publicity og koma aftur á the map, whatever, skilur du? Do what you gotta do. Bara, það minnst líka skemmtilega karakter í villinu, þannig að ég ekki meira bara þetta. Nei. Svo það hún Harriet Blackmore, hún 24 ára, hún frá Brighton og hún vinnur við það að vera dansari og personal shopper. Hún nýlega komin úr 3 ára sambandi. Þannig að það verður, já, hún búin að koma inn með ákveðnum skell og skapa smá drama. Við segjum ykkur frá því þegar við byrjum að spoila. En þá höldum við bara fram. Svo það Nicole Samuel, hún 24 ára, sama ára Harriet, sorry. Hún dansari, hún accounts manager, þannig að hún svona viðskiptastjóri. Eitthvað staðar, ég veit ekki hvar. Hún frá Aberdeen. Hvað sem það er? Það eitthvað staðar hún ekki frá hún frá hún ekki frá Englandi. Hún frá Wales, held ég. Wales, já, hún frá Wales. Þannig að ég elska svona öðruvísi enskar heima. Það svo gaman. Þannig að já, ég skil ekki ennþá munin á þessum gellum. Veitu, förum við þetta eftir smá. Ég held að þetta væri önnur gella. Nicole. Hæ? Já. Þetta Nicole. Svo erum við með Sam Taylor sem 23 ára. Manstu? The hairstylist. Já. Hann frá Chesterfield. Og hann ungur, 23. Já, mjög ungur. Og hann sérst vinnur við það að gera, þú veist, hann svona eins og Chris Appleton eða þau. Bara vinnur við að gera hárgreiðslur. Já, greiðslur, ekki klippa. Jú, klippa. Já. Og greiðslur og svona. Hairstylist. Svo það Samantha Kenny. Hún 26 ára. Hún frá Liverpool og hún make-up artisti. Sem að mér finnst maður alveg taka eftir. Hún alltaf mjög vel máluð. Já, true. Mjög. En já, hún sé ready to settle down og ætlar að finna ástina sína í Loveland. 26 ára. Svo það hann Ronnie Vint. Hann 27 ára frá South East London og hann semi-professional footballer. Hvað semi? Það bara þú ert í bumbubolta og þykist þér að fótboltamaður? Það ekki bara svona... Bjellið eða eitthvað? Ekki, já, ég veit ekki. Við vorum bara. Það eitthvað svo leiðis bara. Þú veist, ekki eitthvað svona deildur og eitthvað? Í þessu fótboltaspili. Svo erum við með Munveer Jabal. Hann 30 ára. Hann 30 ára? Já, hann 30 ára. Hann ekki 30 ára. Hann frá Surrey.
og hann recruitment manager, þannig að hann vinnur við það að ráða inn fólk, þannig að hann ætti að vera mjög góður í að taka viðtöl og svona greina fólk. Já, þó kost og galla. Já. Svo erum við með Patsy Field, hún 29 ára, hún frá Orpington og hún vinnur við Office Administrator, þannig að hún sem sé skrifstofustjóri ekki staðar. Og það hún sem hún búin að segja frá því að hún sé með ákveðna fötlun og sem heitir Erbs palsy og þetta ógeðslega merkilegt að hún heitir Patsy, það svo smá sem það hefur verið skýrt af því að þetta condition eins og stendur heitir Erb palsy. En hún þú veist, ógeðslega bara opin með það og búin að segja frá því og gott fyrir, þú veist, aðra sem eru með svipaða fallanir að sjá svona gorgeous skellu taka þátt og ekki láta þetta stoppa sig því að þetta ætti ekki að gera það en það en þetta lýsir sig þannig að einn útlimur styttri en hinn. Já. Og hún næri ekki að lyfta fyrir ofan minnum hún að sagt ofar eira eða ofar öxl eða eitthvað annarri hendinni en maður tekur ekkert eftir því. Nei, ekki neitt. Nei. Svo það Jess White heitir hún, 25 ára frá Stockport og hún retail manager, þannig að hún verslunarstjóri einhvers staðar. Já, hún segir 25 ára verslunarstjóri. Ok, ég held að stóða eitthvað meira. Svo erum við Eyo og Dukoya, hann 25 ára frá Cannington og hann vinnur sem módel. Já. Já, ég hef ekki búin að pæla hvað það var. Nei, maður horfir á, þú veist, fyrstu kynningamyndbundin af þeim og það maður man ekki eins og hvað heita. Nei, það tekur alveg nokkra þætti að reyna að læra hvað fólk heitir, sko. Hann segir að hann hefur aldrei hort á þessa þætti. Einmitt. Kaupið ekki. Nipp. Akkur myndir þetta fara í þetta? Akkurat. Svo það Mimi. Hún 24 frá Portsmouth og hún mental health nurse, þannig að hún veit ekki alveg hvað það þýðir. Sálfræðihjúka? Já, sálfræðihjúka. Er það til á Íslandi? Örglega. Þetta alveg spennandi starf. Já, hún segir bara að úrvalið í Portsmouth það sem hún kemur frá ekki was not giving, þannig að hún þurfti að leita sér eitthvað annað. Já. Það eitthvað svona lítill bæri eða eitthvað. Já. Svo erum við Kirian. Hann 21 árs frá South Wales líka. Hann yngstur eða ekki? Jú, hinga til að hana. Hann frá South Wales. Hann surveyor, sem þýðir að hann vinnur við að taka kannanir. Gallup bara. Hann vinnur fyrir Gallup. Sean Stone næsti. Hann 24 ára frá Hertford og hann vinnur við það að selja nammi. En hann á sitt eigi business, sitt eigi fyrirtæki sem nammi fyrirtæki. Sweet salesman. Já. Það ógeðslega grúslegt. Já. Þetta allan að þau sem voru all komin inn, svo núna náttúrulega komin inn fleiri, tvö fleiri bombshells. Þannig að kannski bara spurning hvort við förum að dempa okkur í smá höskuldarviðvörun, Það núna það höskuldarviðvörun eða þið vilja ekki fá neina spoilers, þá megið bara fara að horfa á Lófaland og svo koma aftur. Já, ég held það. En á meðan þá getið þið alltaf fara að versla ykkur með Netgyro. Já. Ég gleyma því. Farin á netið og versla ykkur með Netgyro. Já. Eða bara út í búð. Eða bara út í búð á kassanum. Þið sjáuð í mörgum maturabúðum þegar mert Netgyro. Þetta mjög áberandi. Það svona limmið með enni. Þú ert bara að borga með símanúmerinu eða þú gerir á netinu og þú ert í búðinni þá bara opna appið og kemur strikamerki. Ótrúlega þægilegt. Svo þægilegt. Þannig að við erum með augun opin næst þegar verslið. Getið nota Netgyro hér. Já, gerð það. En velkomin tilbaka ef þú slöktir og fórst að horfa og komast aftur. Gaman að sjá þig. Herðu, ok, þetta búið að vera sturlu sería so far. Við náttúrulega erum bara að taka fram að 10. þætti, þannig að í dag basically miðvikudagur ef þú hlustar á þáttinn þegar hann kom út. Þannig að það eru í rauninni bara jú, það er 1, 2, 3 það er svona 4 þættir sem vantu upp á. Þannig að þú ert ekki búin að sjá síðustu 4 að aftur samanstafið. Já. Ef þú hlustar á þetta 19. júní. Já, en þið skiljið þetta alveg. Þið sjá alltaf hvað þættið er á og svona. Svo veit ég að þetta núna inn á, þú veist, íslensku veitunar. Já, ég veit. Þannig að fólk núna hvað sem catching up, sko.
En það byrjaði náttúrulega bara með þessu OG og það var strax öðruvísi í byrjun. Hvernig voru coupled up. Já, bara skemmtilegt. Já, það var svolítið gaman að raða þeim þannig upp hver most boyfriend material to least og saman með gælurnar. Svo það sem þau stóðu í röðinni voru þau saman. Þetta var alveg svolítið skemmtilegt. Já. Ég fílaði þetta. Já. Og kom alveg nokkuð góð pör úr því. Já. Að maður hélt til að byrja með. En það var strax bara, mér var stelpunar strax. Það var bara strax væpið að stelpunum hvað það væri bara svona salty. Já. Sko, máttu bara ekkert segja við þær. Einmitt. Bara strax geða pirrar. Ég bara, wow, ok, slug. Það er hvað 5 stelpur, það verður alltaf ykkur að vera aftast, skilur, og þetta er bara based on first impression. Já. Og það er bara í nástand okkur, var ekki Nicole sem aftast? Var ekki Harriet? En hún er nýkomin sambandi. Nei, já, hún er nýkomin þryggarsambandi, já. Var ekki Nicole? Harriet er nýkomin þryggarsambandi. Bara 4 dögum áður eða eitthvað. Já, ég veit ekki alveg. Ég held að vera Nicole með það. Ógeðslega erfitt að vita hvað ég þessi fucking gælum, sko. Það eru alveg eins. Það eru allar alveg eins. Ég er nýbúin að læra nöfnum þeirra og svona greinilega er ég núna að rugglast af því ég sá mynd nema að þessi síða var með villsa mynd eða eitthvað. Nei, það var þetta alveg rétt mynd af Nicole. Það? Já. Það eru allar alveg eins, þetta er hræðilegt. Nenni það bara gerð personality, sko. Ég bara tók strax eftir hvað var eitthvað svo salty attitude og þú veist, þetta er svolítið kannski líka pínu fúlt að vera líst. En Nicole er með Kieran. Já, í dag. Það er hún sem er minnst nýkomin sambandi. Já, ok. Já, það var bara hvað 3 dögum áður, já. Þess vegna var hún sett aftast, skilur ég. Þess vegna var hún pyrrist. Já. En Harriet líka, er nýlega komin á þryggarsambandi. Já. En þú veist... maður tók bara strax eftir, ég stelt nú voru svona geta eitthvað svona múti með þetta og maður bara svona, þú veist, ok, fúlt já og þú sett settur í líst, en kannski ekki verið bara, I'll prove you guys wrong, eða þú veist, bara, mér var strax eitthvað svona beturleiki og pyrrin og ég var bara svona, hvað? Volum við eitthvað pyrrar? Chillið, sko. Bara leiðu að koma inn. Korter, sko. Já, og ekki var það betra. Nei. Það var bara strax einhvern veginn svona ágreiningar í fyrsta þætti út frá þessu og svona bara get the fuck over it, right? Og svo kom Joey Essex inn og þá alveg mistu stelpunar viti, sko bara. Þau fóru í eitthvað svona truth or dare leik eitthvað svona kissu leik eitthvað og just my mom will die, my mom will see her kiss Joey Essex og bara svona oh my god, þetta er svo hún er náttúrulega fan bara. Nei, ég var að tala Jess. Jess. Já, ok. Hún var ég held að hinn hefði sagt það sem er með honum. Já, en sem mann það með sem er núna búin að næla sér í hann, hún er bara fangirl. Þetta er bara, it's giving stalker vibes. Svolítið skrítið að horfa. Mér líður svo að hann sé ekkert skotin í henni heldur. Mér líður svo að hann sé bara hann inni bara til að vera on TV. Já, það getur alveg verið. Hann elskar að vera on TV. Já. Og hann er svona, alltaf svona, þú veist, að gefa öllum ráð og... Vill mikið screen time. Já, og er ekkert affectionate við Samantha. Sem er mjög, weird. En alltaf, hann sendi Sam heim. Hann Joey, eða ekki? Af því hann tók Samantha af Sam. Já, jú, the hairstylist. Já. Gleymdum að segja það. Alveg rétt. Hann tók strax heim. Var allir brjálaðir á TikTok, bara sendi myndilega þess að gæja hann heim á fyrsta degi. Og var eitthvað rúmurt að hann myndi koma en Casa Amor og hann er búin að segja það og eitthvað. Ok. En núna er hann bara komin í öll viðtölinn í podcastanum. Já, það ekki. Bara gæði vast hann inn í 2 mínútur. Já, þannig þú veist, þau verða, they have to get their 5 minutes, sko, ég bara 100%. En það er líka bara strax eitthvað geðt mikið drama, þú veist, þá bara degi 2 eða 3 eitthvað, því að Kieran var með Harriet og Harriet fór að talaði við Nicole, Kieran fór að talaði við Nicole og þá manstu fór Harriet til sem mann þau bara látaði vita að ég ætla að fara með hann inn í The Hideaway. Bæði við, það eru nýja reglur núna. Hideaway er bara opið. Það er bara, og bara fyrir fólk sem er ekki saman í pari. It's giving cheating. Þetta er svona að íta undir cheating líka. Þetta held ég náttúrulega að vera að tala um að það var aðeins breytt ákveðna áherslur til þess að rífa upp aftur áhorfið. Já. Það er svona aðeins verið að breyta en ég held þetta verði pínu ruthless serja. Já. Ég bara finn það á mér, líka bara hvað stelpunar er leiðilega við hver aðra. Já, og það er allir í love triangles einhvern veginn. En stelpunar eru svolítið svona mikið bara svona býta okkur við ekki byrja saman núna og þeir eru bara svona, við erum búin að vera til keeping my options open. Já, en þeir eru gett bara býta hver fók þetta er svo mikið og ég sjaldan sé svona mikið sem stelpunar eru svona desperate en ekki öfugt. Já,
sammála. Þær eru bara, ætlar ekki að fara að velja mig, bara þú verður að velja mig fyrir klukkan 7 í kvöld, þú veist, alveg hérna. Þeir eru bara að leika sér. Já. Bara ég veit ekki, og Ronny sérstaklega að leika sér. Ég skil ekki svo. Hann bara I'm not getting away with this. Bara, hann veit hann að gera eitthvað ránt, sko. Ég skil ekki hæpið þar, sko. Nei. Mér finnst hann ekki svona fyndin, skilur, eða svona skemmtilegur, já. Hann bara ógeðslega leiðileg típa og mér finnst bara Harriet og hann eiga að vera saman. Mér finnst Jessie að betra skilið. Ég skil ekki alveg af hverju hún svona mikið eldast við hann. Skil það ekki heldur. Því he's not that interesting, sko. Nei. Ekki neitt. Nei. Og líka bara eins og með Harriet, við tökum hana aðeins fyrir, hún er svo mikið, þú veist, þetta er auðvitað yndislega stelp og allt þannig, en hún er svo mikið hypocrite á nynni. Hún er bara alveg var hérna tjúl, sko, þegar Kirian var að tala við Nicole, hún var alveg bara brjáluð við því og var ógeðslega sárt sem að skilur. Svo leið og Ronny fór að veita henni eitthvað athygli, þá var svo Tess ekki til, sko. Og þá var hún bara, þegar hún kom inn í herbyggju og bara, I can kiss him. Já, en þegar Nicole gerði það, þá bara varstu brjáluð. Já, og ég hypocrite. Þetta hypocrite, sko. Þetta alveg svona... Líka bara þegar hún strunsaði hana út, þannig að til þess að drulliður Kieran. Þá var maður svona, hvað ert að gera á fyrsta degi? Já, þú kom það ekki að gurinn í korter, sko. Þetta embarrassing. Já. Hún hefði bara getað labbaði burtu, en að hún actually þurfti, og líka bara, svona, við gerum það líka svona, þau eru edrú, skilur. Ég veit það. Þau eru bara að fá sér kannski max 1 glas. Max 2, já. Já, max 2, en ekki, kannski, já, ég veit ekki hvort þau var enda kvölds eða eitthvað. Já, you do not behave like that, sko. Það er engin afsökun, skilur. Mér finnst líka bara svona, ég skil ekki, að allir sem eru aðninni eru búin að horfa á þetta og eru búin að greina þetta og eru búin að pæla í hvernig kemur maður best út. Og maður sér það best hjá Uma. Já. Hún er besta vinkona hérna Sammy sem var með Tom. Já. Tom Clare sem er núna með Molly. Mást eftir Sammy sem hann var með. Þær eru bara geðgóða vinkonur. Já, ok. Þannig að hún setti bara story. All the tea. Já, svona hún setti bara story þegar Uma var lappin bara, oh my god, I'm so proud of you, you looked so amazing, bara eitthvað svona auglustlega svona, bara við erum vinkonur, skilur. Og þetta er svona, ok, þannig að hún er búin að fá, þú veist, auðvitað vistu, það er ákveðið sem lætur líta ógeðslega vel út og það er ákveðið sem lætur líta ógeðslega illa út. Í 90% tilvika lítur illa út að þú ferð yfir, öskrar á eitthvað, yfir alla villuna og ert eitthvað strunsandi og eitthvað svona. Og þegar þú horfir á þetta var svo ákveð, ég fer út, þú veist, hún var bara screen time. Ég fer út í öskráan, en svo hlustar á hvað hún segja, hún var ekki að segja neitt. Hún var ekki að segja neitt. Hún hefði alveg getað sleppt þessu. Já. Því hún var ekki að segja neitt nýtt eða þetta var bara svona, why? Já. Bara, I can't believe you talked to me like that. Og bara svona, hvernig, var ekki svona, did you kiss Nicole? Já. Is that all? Já, og svo sann, is that all? Og það var bara, þú veist, auðvitað shady, 100%, en hann var líka settur svolítið on the spot og fer í vörð, maður skilur kannski pínu svona viðbröð, skilur svona, já, og líka því að Joey er bara eitthvað, Joey is stirring the pot og er bara eitthvað, hey, hérna, hvað segir þú? Þá er hann bara í vörðna því þetta er annar, þú veist, gæi konfrontan, skilur, og hann líka bara 21 árs, skilur, hann er bara krakki. Já. Þannig að það er engin afsökur sann, skilur, en þú veist, við hverju býstu frá barni, já, þú veist. Hann er bara ungur. True. Nei, algjörlega, og þú veist, þetta er svona, ég veit ekki, maður sér alveg svona, þú veist, fólk fer inn með ákveð svona hugafara að þessu, bara þú veist, ok, þetta er yfirleitt vel sé, þetta er yfirleitt frekar illa sé, og það eru einstök tilefni sem að gælur hafa farið að drullu við gaura, sem er bara, you go fucking queen. Já. En það er mjög einstök. Það er líka, það er ekki að þú strulli yfir og þannig það eru meira bara svona put them in their place. Já, bara you're behaving like a child, dyrrulega. En hérna, sem það er fá hrós fyrir, en þarna, þegar þú gerir þetta þarna og bara upp úr einhvern veginn engu. Já, ekki svona snemma líka. Nei, við erum ekki búin að, þú veist. Ég skil ekki, hvað er í loftinu þarna? Ég veit það ekki. Ok, ég skil, ok, ég er kannski bara með sama fólkinu og ég er að gefa þeim náttúrulega 7 dagana, skilur. Við erum búin að vera núna í 10 daga frá því við erum að horfa. Já, einmitt. Það er alveg slatta tími, skilur. Já. Líka 24 tíma saman, þú veist. Já, allir litlir í sér, allir single, allir að leita þessar einhverjum, skilur. Þetta magnast eru að geða mikið, þú veist, 20% þetta er svo í rúmi með ókunnum manni, skilur. Já. Og það er svona, ok, við erum kannski eitthvað. Og þú veist, þegar maður er náttúrulega single, þá er maður miklu
meira vulnerable og þú ert líklega bara alltaf að fara að grenja og fá kvíðakast af því þú ert ekki öruggur í einhverju sambandi og líka ekki öruggur kannski til að haldast inn í Lofaland þannig ég held að það sé svona gett mikið óður kannski bara emotionally við því að það eru kamerur að ná öllu ég get ekki ímyndað kannski overwhelming eða skilur þú ert kannski ekki að grenja yfir honum kannski grenja yfir bara öllu í kringu líka 100%, þetta allt í saman einu súpu þetta er svona auðvitað eru þegar þú líka maður heyrir bara þegar þau fari allir viðtölun eftir og þau eru öll að segja nákvæmlega þetta sem þú veist að segja bara emotions are so high það er svo mikið að í húfi mikið pressa og bara að reyna að vera bara fullkomin skilur og þetta snappa maður já, klálega þú veist og maður gefur fólki það alveg sko og það er svona líka alveg, er fólki alveg svona sem í rósa þennan gæslappa þegar hinn manneskinn á það skilið sko. Þannig að þú veist fucking finally já, þetta er alveg ekki að toxic eitthvað að sjónvast þáttu til að horfa á en samt þú veist þetta er það náttúrulega, við erum bara að horfa á Sims og við erum að bíða eftir að fólk snappi og gera drama og svo samt erum við bara svona af hverju með drama svo erum við bara fjarlæga, sundlega, tröppunar þetta er bara leiðileg þáttur, það er ekkert að gerast og svo er bara af hverju að gera þetta en þú veist, hvað fucking viltu við mitt ángríns en já, það var ekki þetta það var bara svilt eins og við getum ekki að hoppa bara við gerum Sims-maður Nei, sástu að það eru að koma Sims-mynd Nei Margot Robbie er að prodúsa Sims-mynd ég sá bara eitthvað Sims eitthvað á TikTok og kom eitthvað brota Sims eitthvað Sims-karti var búin að eignast þrýbra og var svo bara að veipa ég bara geta Sims að veipað ég veist ekki að það getur reykt Nei what? Já, ég þurfum að fara að fá okkur nýja Sims-leikin þetta er eitthvað búið að það er samt alveg svona grifja ef ég myndi falla í það sko ef ég myndi downloada Sims ég gæti alveg loka mig inn í nokkra dagar sko. Ég líka og ég vil það ekki Nei, ég veit það svona hver tími í það? Ég fjallaði mig frá öllu svona sko en ég bara með þessa mynd hún er svolítið að fara að gera þessa mynd og það er, þú veist, fólk vill að þetta sé horror movie skilur þú? En ég meina, eru þau það bara Já, og fólk er sumir sem verður bara, þú veist, þau verður að tala Sims tungumáli Það er fokki fyndið Já, og bara hafa lyric, eða þú veist, Þetta hljómar eins og hræðilegasta hugmynd að bíómynd Það getur verið geða skemmtilega en ég er alveg samlað að þetta var sundlísmynd og allt í hennu fer stíin skilur úr sundlauginni og bara allt sem maður var að gera Já, bara fokki mikið peningur Ok, ég sé þetta ekki fyrir mér en djöðlega spennt fyrir þessu Já, ég held að þetta getur verið áhverð sko En aftur að Lofaland, þú komst inn á þann og varst að tala um bara einmitt að kamerarnar sé allan í kringu fyrst skipti sem ég sé eitthvað pínu svona acknowledge og þessi menn það var eitthvað no, can I sit here, it's my good side Að það? Já Líka þegar Mimi fór á deiti hana með Omar þá segir hún í myndalega thank you eitthvað Já Þannig að það er fyrst tvö skiptin sem ég hef það að séð En þú veist, þessi menn það var alveg bara pæla í bara ég lít betur út ef ég sit hérna megin Ég er alveg, wow, ok, þú ert alveg svona að því maður gleymar að þau sé að pæla í þessu en þetta er alltaf mjög early in Þetta er líka bara svona webcams Þetta er ekki svona tökkrú bara myndavél og maður nema þau eru á deitónum og því ég skilur og þegar það eru svona partí og maður sér þegar það breytist yfir í kameru skilur þá er maður svona, og þá er þau auka að dansa eitthvað í slow-mo og eitthvað En ég veit ekki, þetta er svona, mér fannst það áhugavert en þetta er náttúrulega pínu stutt inn í þetta, ég held að þetta var bara fyrsta annarspjallina við Joey sko, sem að hún segir þetta þannig að þú veist augljóslega bara, þú veist, er hún ennþá get aware of it svo held ég að þú gleymir þessu pínu sko Ertu að tala um gudsætið á það? Já, sorry, þú gleymir í pínu að vera svona get aware of it, skilju, en mér fannst þetta áhugavert Man ennið því ekkert, skilju, þú getur ekki átt almennilega samræðu, þú ert alltaf bara Nei, hræðilegt sko Ríklegust, ég gleymi því hérna Já, ég líka, ég ætla bara að koma í ykkur þú veist, ekkert eðlilega hókir Já, bara sorry guys Kingur hóknar Nei, ég veit ekki, keng Ég ætla að segja í keng, skilur þú bætti við úr Já, í kenguru Ég er bara kenguru En nei, og svo náttúrulega, þú veist, ok þegar, Kirian fer frá Harriet yfir til Nicole sem hann áttu bæði að gera það var bara, já, gott múl þetta var ekki eins og hann sagði þarna þegar hann var svo út á daybedinu hann eitthvað, I should have made this decision a long time ago hann er rétt en þú veist, þegar hún var eitthvað mástu fyrir þess að mann þá er bara eitthvað I'm gonna take Joey to the highway eitthvað svona og hún eitthvað, ok, bitch, skilur þú veist, bara that's so petty og hún að vera ógeðslega pirruð yfir þessu svo einhvern veginn fer hún að vera með Ronnie
og Jess og núna þau í einhver triangle þar sem við erum staðsett núna, við veitum ekki ennþá hvernig hann ætlar að velja, en í þætti svo vorum að horfa á í gær var verið að senda heim Patsy og Moonveer og sástu Harriet meðan var að bíða? Nei, ég alltaf spólaði bara til að við getum tekið þáttin, ég ætla að horfa alveg á þetta. Hún titraði sko. Hún sætti bara að fara heim? Já. Hún var svo stressuð. Akkur sendið hann ekki bara heim? Þetta er náttúrulega, já, törst, örgulega því hún var inn í þessu triangle eða eitthvað. Það var örgulega hana, hvað heitir hann? Ronnie sem vildi halda henni. En hún sko titraði. Ég alveg svona, wow, ok. Já. Maður sér ekki svona physically oft að þau vilja þetta svona mikið. Já. Þetta er mér alveg vond sko, ég er bara þetta er, wow, þú ert vel stressuð sko. Það er alveg erfitt að sjá það sko. Já, greið. En þetta er líka fyrst skipti sem ég finnst taka eftir að þessu ógeðslega lítið, þú veist, það er eiginlega ekkert gott samband á milli stelpnanna. Nei. Það er alveg verið áður sko, en mér finnst ég bara... Ekki svo snemma, er það? Jú. Það er ok. Mér finnst alltaf langt síðan það var. Já, en það eru mjög splittaðar svona. Og ekkert svona skemmtilegt eins og þegar hverja Nicole sem fór á date. Og mér finnst ekkert vera svona drama. Vanlega alltaf geðið mikið drama í því svona hvað ykkur hann á að vera eða hvað hannig. Mér finnst það vera bara svona smá. Já. Ekki svona geðið mikið spenningur fyrir hana. Nei, ég mitt fyrst ekki, oh my god, going on a date. Já, ekki það. En ég held að sé líka, því hún var bara I'm going on a date. Já. En ég held að sé náttúrulega líka út af það þú veist, margar gælurna eru bara báðar að fíla sama gæjan. Það hlýtur að vera það. Já, klárlega. Þannig að það get ekki tala saman, þannig að það splittast í hvort með Mimi Uma eða skilur Harriet og Jess. Þú veist, auðvitað, eða þú veist. Og svo sem menn það bara mjög svona passa sem á Joey sko, það má engin fílan. Hvim góður sko, hún er ekkert eðlilega stressuð. Hún er ekkert eðlilega stressuð. Eins og þú var að segja hann bara, ég veit alveg stelpur eftir að koma inn og vera bara, þetta er Joey Essex, þú bara vilja tala við og hann bara, ok, mér langar kannski ekki að tala um manneski sem er bara, Joey Essex. Hún er svo mannskja. Þú ert manneski sem vorst að lýsa. Já. Bara hvað meinar þau? Þú bakkaði líka strax úr í sig og gera eitthvað svona svip og ég er bara svona, vá, hún er svo vandræðaleg með þetta, það er alveg óþægilegt. Og hann var bara, I'm just Joey, hún bara, I know Joey. I know Joey, já. En hvað var það með hana movie quotes? Var verið að kvóta hans dóti? Já. You never getting piece of this candy, er eitthvað sem að Gemma Owen sagði í einhverju, Gemma Collins, sagði í ykkur þætti, apparently ég er ekki búin að sjá þetta, en þegar ég er búin að sjá klippundar skilja og búin að setja þetta saman, en hún er að kvóta fullt af þáttum sem hann er búin að vera í. Það er svo vandræðilegt. Hún er a true fan, já. Hún bara, sorry, eitthvað. Og hún eitthvað, go ahead, name drop, hann bara, I'm not gonna name drop. Name drop hvað? Bara manneskjur, þú veist, eins og þetta skilur, hann sagði bara, there was this girl who walked out of the swimming pool and said this, en hann sagði, og það er að TikTok eitthvað, it was Gemma, hann veit alveg, hann er bara, er ekki að blanda öðru fólki inn í þetta, eðlilega ekki, en svo er hún bara eitthvað svona, how many babies do you want? Hann bara, 8, wow, just like Tyson Fury, svona alltaf eitthvað svona talum, bara neindra bara, já, bara eitthvað svona, ok, þú ert obsessed. 8 children, sant? Já. Það þarf að byrja, sko. Já, ég handlar ekki hann en ágjur. He's a man. Já, en ég veit að þú vilt ekki samt ekki vera bara 100 ára og eignast barn, sko. Hvað var eftir hann leikarinn sem var að eignast barn daginn? Hann var bara 90 ára, sko. Já, það er ekki gott til barnið. Nei, we know that. Já. Nei, hann vil bara 2-3 og svo... Hvernig getur karlmaður verið 90 ára og bara ennþá spriklandi? Það er fáránlegt, sko. Galið. Og okkur, þú veist, eru konur bara við erum bara ungar þegar við fyrir máta mennipost út, sko. Alltaf ungar. Já. Alltaf. Hvað bullið það? Ég veit ekki skilt. Það er miklu meira álag fyrir okkur að eignast barn. Þannig að kannski gera það. Svo unfair. Já. Þetta er það, sko. En hvað var annað sem var svona, já, mér finnst hún smá svona scripted. Já. Ég fæ svona smá, í fílana sko. Já. En hún er svona smá skriptið með eins og með allt þetta tengt Mimi. Það er eins og hún sé búin að vera svona spólum svona nokkra það tilbaka. Hún er svona aðeins búin að halda inn í sér, svo núna er þetta svolítið bara her true personality komið á, bara ómengað til að fá fucking ógeð þessu. Já. En fyrst var þetta bara svona fara til Eyju og vera eitthvað, heyrðu, ég vil,
ef henni líður illa og svona passa upp á alla já, þú veist, bara ef henni líður svona illa þá hefur greinilega gert eitthvað og bara ég vil bara alls ekki að henni líði illa og þetta rosa svona, þú veist, ég aldrei að fara að kissa með þú ert í þessu situationship og sem ógeðslega fallegt og þú vil hugsa, en þetta núna eins og þessi pínu dett út já, hún nennir þessi ekki lengur að því líka hún búin að stela honum tilbaka skilur, þá hún bara fuck, ég átti ekki vona þessu the competition song, já hún átti ekki vona því, sko hún gerði það ekki, nei. En Mimi átti þetta inni, þú veist, hún átti inni að láta á sig, að því maður sér alveg, hún pínu pushovers maður sér, og hún segir það sjálf, hún segir bara ég vanlega setja ekki sjálf mig í fyrsta sæti þannig að ég stolt að henni, samkvæmt að fer ég stolt að hún reyndi sitt ég átti ekki vona, you're very proud of her bara put yourself first, hún auglustlega ótrúlega skoðn í honum og þetta eini sensin sem hún fengi að vita að því að hann verður þetta í köpulunni sínu að rosa mikið og þá er hvernig fílar pína meira sem hann í köpul með, skilur sem smá skrítið líka en þú veist en Ómar bjargaði alltaf sko en hún hefði getað verið sendt heim ég sem var alveg hrædd það þess vegna valdi hann ekki að Patsy bara til að bjarga henni það var alveg strategy það ekki? Ég held það, sko ég held það líka mögulega hefur productionu komið inn í það bara þú tekur hana þá einmitt að þau þurfi ekki mista hana því að hún the love triangle það er með góðan sögutráð akkurat núna þetta alveg grillað en það verður alveg, hvað meira, ég reyna að hugsa hvort það sé eitthvað meira sem svona líka eitt sem að Jess alltaf að segja hún alltaf að segja I am the prize og svona þú veist að alltaf bara yes bara you are, okay sure, eitthvað svona Harriet var líka með eitthvað svona eitthvað, það var ekki I am the prize hún var með eitthvað annað svona, manni hvað var akkur núna þess að þú ert að kvóta ykkur TikTok we all do that en ef þið líður svona að you are the prize fucking get rid of him then get rid of fucking Ronny bara ert að djóka Harriet og Ronny eiga bara hvort annars skilið mér finnst það þau eru bara svona svipa típur bæði svona smá snaky og þau eru bara að vera saman eins og þegar svo Ronny segir sko, Harriet leggur óslega mikið orð sínu munn Ronny, hún segir eitthvað svona were you thinking about me last night og þá svarar hann bara I was thinking about you all night og þá segir bara hann sagði ekki að fyrra bara nei, þannig að svo segir Harriet to Jess bara he was telling me that he was thinking about me the whole night so fucking psycho og Jess eitthvað did he, ok var bara svona, svo fyrir hún til Ronny og var bara did you tell Harriet you were thinking about her all night hann no og hann bara full alvara, hann segir bara no, hún eitthvað, that's what I thought bara ég held einmitt hún var að ljúga mér hún bara að ljúga mér hann eitthvað og þá segir hann eitthvað og svo var hún bara, that's weird I don't know þegar hann hleypur hann til strákanum bara, oh my god, I thought I would get away with this og þú veist, hann veit alveg hvað hann að gera hann full aware að hann að fokka í hann báðum, sko og Æjó að fara með hann að Mimi upp á terrace upp á Svalir og fara í sleik með hana en hún sá ekki sleikin sá ekki sleikin, nei en Samantha spyr Æjó hvað var að gera upp á terrace, did you guys kiss hvað hún að skipta sér að því og hann segir já en Mimi ekki búin að segja Sálu nei en hún lærði með hitta og það frættist og snemma en mér finnst það samt að leira að hún eigingar svona bestu vinkunni þess að geta sagt hún sagði öllum frá sleiknum í rúminu og þá fór það bara svona að gera drama þannig að ég held að hún vilja bara ekki að það gerist aftur nei, einmitt en það gett erfitt einhvern veginn að vera ekki með svona einn allana sem hún bara tristir ég veit ekki, finnst þér ekki? það engin annað trustworthy nema Mimi, finnst mér hún eiginlega með þeif og því hún svona ókslega mikið bara holding to herself og bara svona það sem þarf að gerast bara en yfirleitt nærði ekki miklu screentime með hann, sko nei hann að þú veist, það eitthvað sem hún að gera að þú veist, hún lendi bara í þessu triangle með 2 frekar athyglisjúkum sem hjálp henni, sko einmitt að því að Æjó og Ómar bæði svolítið svona þau eru frekar svipaði karakterar, sko, þau passa alveg saman já en það bara spurning hvort að hann vilji vera með þessa rólegu gælu sem leifur honum bara svolítið svona að vera hann sjálfur og model fashion boy einmitt eða bara eina góða trophy við liðina sér akkurat, eða hvort hann vilji smá svona fire og móti, sko en þú veist, hann lúkkar svo skemmtilega guð, sko hann er alveg fyndinn og svo skemmtilegur en þú veist, hann er ekkert eitthvað ómissandi nei, alls ekki akkur eru það ekki að explore something else Ómar vera mjög næs já, hann lúkkar mjög næs lúkkar bara svona solid gæi já
En þetta ekki bara að því það eru 2 gælar sem vilja 1 gæja, þá geta það ekki budget og að því það vil ekki tapa, eða þú veist. Jú, klála. Þetta þrjóskan. Þú vil ekki höfnunina. Já, þetta þrjóskan, sko. Já. Ég held það. Og ég nokkuð vissum að næsta aðlinn verði stelpa. 100%. Þú ætti að nú að búið að senda heim basically heilt par. Já. En næsta inn verður stelpa, sko. Alltaf komið 2 stelpur eða eitthvað. Já, það geta alveg verið. Já. Bokk, ég er svo spennt. Núna er ég orðin svo invested að mér finnst svo, svo gaman að sjá þetta. En ég er að fylgjast alltaf með Twitter. Já. Þetta er svona einu skiptin á árinu sem ég opnaði þennan miðil. X og Twitter, nei, það heitir bara Twitter. Heitir X, hér Twitter. You know, það er nú bara gengur alltaf. Ég ætla að kíkja bara svona á top tweetin. Já. Já, einmitt þetta. Lofaland að láta lesa Æja og Mimi séu safe. Já, það var vond, sko. Þeir eru svo fucking shady, sko. Og maður sjá. Hvenær var það? Núna, þegar þau voru að vera að senda heim Patsy og Monvier. Þá var að vera að lesa upp, þú veist, eitthvað. Jú, 5 Favorite Islander var þetta vote? Já, þetta var vote. Ok. Ég held að þetta væri að þau var að senda heim fólkið. Þau veldu stelpu og strák, en 4 pör voru safe. Svo voru 3 pör ekki safe. Og þá valdu úr þeim hópi. Já. Hanna, já, svona spólaði aðeins, kannski ómikið Já, ég náði ekki að horfa á allan þáttinn. Nei, einmitt, en Já. En þá þurfti Uma að lesa að Æja og Mimi væri safe. They are so shady for that. Það gera þetta alltaf. Já. Og svo segir Mimi this, Uma that, nei, Æja is the problem 100%. Þannig að sumir eru á þeim vagni. 2 heimskir að segja hver öðrum exactly. Það mynda Ronny og Æjó. Mynda þetta. Einhver verið að strjúka rúmi. Þessu svo kontið við hlýna með Patsy's mom. Að því að Patsy múin að tala hún býr hjá mömmu sem hún sefur upp í hjá henni. Æi. Bara beint heim aftur til mömmu. Ekkur har gert það perralegt svo. Já, ég veit ekki. Maður sjá, hvað er hennar? En já, þetta er aðalega bara mest alltaf svona dump the 2 cutest boys in the villa back to back. What happened to the pretty privilege? Þannig að fólk er óhress með að bæði Sam og Monvier séu nú að farnir svo að þeir hafi verið myndalögustu strákundir. Fólk er að segja að það ætla að fara á Heathrow og býða eftir Monvier. Fólk byrja alltaf þessu. Ég held að það sé komið tími til þess að senda alla heim og byrja seríun upp á nýtt. Fólk er svo strax svo pirrað. Jesús, slakað á maður. Já. Ég spurði mér Tepos Besties bara hver er að horfa á Lofaland. Já. Það eru 53% Ok, þannig að ég er meiri hlutin sem er að horfa. Þannig að ég held að líka fólk og Íslandi er alltaf svona frekar eftir á að byrja þannig. Ég held að hinn munir að horfa. Já. En svo spurði við líka Fave Islander so far. Það er bara að fara rætti yfir þetta. Mimi, Nicole, Joey, Patsy. Hvað er fólk að segja tölur? 5, 9. Ég veit ekki, 5, 9. Fólk er að segja hvað er uppáhalds þáttur sinn. Hvernig getur við munað það? Ég veit. Vá, ég veit ekki númer hvað. Ég skrifaði Fave Islander og þá er ég meina frá episode 1-10. Já. Og það er sko Fave Islander app og þá er fólk heldur að ég meina hvað Fave þáttur. Já, og góð spurning, hvernig fokkanum mannstu þig? Hvað þáttur er hvað? Bara 5, hann var góður. Bara Joey, mjög mikið Joey. Mikið Mimi. Æja og Mimi. Uma annars finnst mér gaurarnir eitt stort red flag. Gaurarnir er tóldi, þú veist, margir aðeim. Æja og Mimi, Kieran og Kairóin hans. Já, Nicole þá. Æja, smá spila með stelpurnar en honestu sætur. Já. Ég held að hann bara viti hvað hann vill. Og ég held að hann sé bara svona,
hann tekur bara sem fær. Já, ég held þessi líka svolítið svona sem ég skil pínu að vera eitthvað, við erum nýkomin inn þar eitthvað ákvæmur strax. Já, það langar bara aðeins að leggja sér og single lengur. Þetta ekki. En hann tekur bara svona, ef hann couple með okkur þá er bara, já, I'm fine with this. Já, hann er alltaf ánægð með þær tvær. Já. Hann verður helst til að vera bara í trouble. Já. Var bara öll saman hérna. En það svo flestir að segja þessir Islanders og svo skrifa ég hérna least favorite Islanders. Svona fá hvað að heyra hvað þið eru að hugsa. Harriet, Ronnie, wow. Harriet, go home. Uma, anti-girls. Ok. Það er ekki, akkur finnst þú að vera anti-girls girl? Bara út af fyrsta dótinu sem hún gerði það. Ég veit ekki. Harriet, Ronnie, wow. Það er allir bara sammála okkur. Já. Gemma Owen. Lókið þú hann ekki, já, ok. Hún er ekki alveg þess að Two seasons away, sko. Patsy, það er eitthvað sem er ekki fyrir Patsy líka. Ég hef enga skoðun á henni, Patsy. Já, ekki heldur. Þú veist bara, næs bara. Verða að segja Harriet, everyone except Mimi. Já, ég greið. Ég vorkin alltaf þegar þú ert svona mest hataði. En muni það með Love Island, það getur breyst innan episode. Já. Það er sko, mannst ekki koma hefur haft mismældi skoðanir, svo er bara, no, já, uppáhalds. I adore. Já, uppáhalds. Já, fyrst það var bara nákvæmlega svona í fyrra, það var einhver ein gella sem við þóldum ekki, sem svo var svo bara geggjuð. Þannig að gefið henni séns. Já, gefið henni séns. Þetta verður ógeðslega gaman að fylgjast með ykkur. Við tökum kannski fleiri update og svona sérstaklega kassa á mór, svona hendi kannski áskrift eða eitthvað. Þannig að bara, höldum áfram að fylgjast með Love Island saman. Já, það er bara svo skemmtilegt. Við líka fylgjast með channelum okkar á, Tebo channeli á Instagram. Og þannig sendum við kannski eitthvað svona skemmtilega þar inn. Kannski eitthvað að búið til nýtt fyrir Love Island, að því þá kannski spoiling. Já, það er enda verið snutt, svona Love Island chat. I'd love that. Það var svolítið gaman. Annars bara, þá næsti þáttur kemur beinustileið frá Króatíu. Já, beinustileið. Þannig að við ætlum að taka alla græju með ykkur út og taka smá spjall við ykkur þar. Bara enjoy this week, þannig að við sjáumst næst. Já, sjáumst næst. Love you guys. Love you besties.